Góðan daginn áhorfendur góðir og verið velkomin að skjánum Sport TV með ykkur hér í Safamýrinni og hér að fara fram fyrsti leikur í úrslitakeppni kvenna undan úrslit og það eru Framarar og Haukar sem að mætast. Gríðarlega spennandi hér þessi undan úrslit, Grótta og Stjarnan hinum megin. Við sýnum hérna tvo leiki í þessari viðureign, verðum hérna í dag eins og segir og á þriðjudaginn aftur hérna í leik 3. Á sunnudaginn sýnum við svo leik 2 hjá Gróttu og Stjörnunni. En ég tók stutt viðtöl við þjálfara liðana og ætlum að fá að glugga í þau snöggvast. Jæja, við erum hérna komin við Stefán. Undanúrslitin hafinn Fram Haukar, hvernig líst þér á þessu viðureign? Þetta hefur verið hörkuleikir undanfarið. Já, ég er náttúrulega fyrstulega hryggur vegna þess að það búið að skipta þjálfara á Selfossi vegna þess að það þarf stærra nafn þar. Stefán er 9. að vinna þetta nafni þannig að ég veit ekki hver ég er að fá. En með þennan leik þá er þetta hörkuleikur. Þetta, þið unnu nokkuð örugglega í fyrra áramót, bikarkeppnina líka komist áfram þar. Svo síðustu 2 þá töpuðu síðasta leik, unnu naumlega leikið þar undan. Þannig að maður segja kannski að Haukarnir sem búin að styrkja sig út eða segja á meðan að tímabilið líður. Haukarnir eru bara með firnastert lið og hérna Ramún er frábær og María mjög góður og hinir leikmenni eru bara allir mjög góðir. Og deildin bara segir ekki neitt núna þannig að þetta er bara hnífjamt og þetta einvígi getur farið allavega. Á þínum leikmönnum, hvernig er staðan á þínum leikum? Hún er ágætt, það er alltaf eitthvað meiðsli og hérna við reyndum bara að trekkja þá sem verið meiddir í gang og hérna við kortum ekkert. Haukarnir, styrkleikarnir eru, hvað þarf Stefán að segja við sína stelpur til þess að stoppa Haukarna? Haukarnir koma í sjálfsög ekki málum, við þurfum að spila okkar leik og við höfum ekki verið að gera það upp á síðkastið og við höfum verið sterkt varnarlið, við höfum ekki búin að spila nægilega góð vörn og við höfum fyrst alveg að fara að einbeita okkar þætti sem við höfum gert vel í vetur. Ef við náum því, þá er ég þokkalega bjartsýnn. Takk fyrir, gangið vel. Óskar, undanúrslitin loksins hafinn, búin að vera smá bið eftir þessu. Hvernig koma Haukarnir tilbúin í þennan leik? Þessa úrslitakeppni? Ég held bara mjög vel. Ég er búin að undirbúa okkur held ég mjög vel, svona eins vel og hægt er og allir heilir og allt í góðu, þannig að það er bara ekkert að vanbúin að byrja. Þið hafið lent í hörkuleikjum við Fram í vetur og það er kannski svona eftir áramót sem þið hafið svona verið að klóra meira í baka. Við unnið á í síðasta leik, töpuðu naumlega þarna í deildinni þar á undan, bikarkeppni kannski annað mál en þið eru kannski búin að komna lengra heldur en þið voruð í upphæðu tímabils. Já, reynda byrjuðum við tímabili frábærlega og vorum með 10-4 eftir fyrstu umferðina, svo lentum við í svona smá brasi, meiðslum og eitthvað svona og hérna vorum þá að tapa leikjum, ekki neinum svona, já, 1-2 afgerandi, en síðan erum við unnið 10-4 síðustu umferðina og verið á góðri siglingu, áttum góða Evrópuleiki og þannig að standið á okkur er bara mjög gott og hefur verið mjög vaxandi finnst mér. Stemningin í hópnum er mjög góð, þannig að ég á bara að vona því að við hérna munum gera eitthvað í þessu einvígi. Framliðið er alltaf gríðarlega öflugt og hérna hvað er það sem að þú þarft að segja við þína stelpur? Hvað er það sem að þurfið til þess að bæta ykkur leik til þess að vinna Fram? Já, við þurfum auðvitað að hlaupa fyrst og fremst í baka. Það eru skora kannski 60-70% hraðahlaupum. Ef við komumst í vörn og getum spilað okkar eðlilegu vörn 6-6 að þá gef ég okkur virkilega góða möguleika. En þetta hangir auðvitað allt saman. Við þurfum síðan að útfæra sóknarleikin þannig að við náum skotunum svona á markið úr almennilegum aðgerðum og það held ég að þannig að við séum ekki að gefa feila mikið þannig að þetta eru svona þessi lykilatriði sem að skipta miklu máli móti Fram. Það eru fljóta fram á við. Bæði lið á að skipa sterkum skittum. Áttu að vona því að Framarnir fari í einhverjar nýjar útfærslu í vörninni á okkur? Já, algjörlega. Ég meina við erum svo sem aðeins búin að skoða það og reyna að koma með eitthvað á móti því en ég hugsa að við byrjum nú á sínu sem þeir telja vera sterkast og sjáum svo til en eins og segi ég á vona öllu og ég vona bara að við höfum svona náð að undirbúa það nægilega vel. Takk fyrir Óskar og gangið vel. Já, þarna fengum við að heyra aðeins í þjálfurum liðana. Stefán,
náttúrulega byrjaði á því að vitanlega ræðum brottrekstur Stefáns Nafnarsins á Selfossi, var ekki sáttur við það og 9. algengasta nafnið á Íslandi vildi að meina að þetta væri skandall og það eru fleiri sem að eru sammála því en að leiknum sjálfum þá voru báðir þjálfarar þeir voru bjartsýnir og framarar Stefán talaði ef að það myndi ná sínum leik sem að kannski þarf ekki verið að gera undanfarið þá ættu þeir að vinna þetta en það hljóta að vera gríðarlega svektar með hvernig mótinu lauk tapa á móti Stjörnunni með 7 mörkum og 6 mörkum og missa af deildarmeistaratitlinum og þar með heimavallaréttindum ef þeir komast í úrslit. Óskar Ármanns samanskapi talaði þetta að þau byrja þetta mót vel í haust og svo hafði þeir aðeins dottið niður og eru núna aftur á góðri siglingu þannig að Haukarnir eiga alveg eftir að gefa Frömmurum góðan leik þó að svona fyrirfram ættu Framarar að vera sigurstranglegri en í úrslitakeppni komið þá er allt hægt í þessu og það verður fróðlegt að sjá hvernig þetta fer farum aðeins yfir liðin. Byrjum á Haukunum Elín Jóna Þorsteinsdóttir nr. 1 og nr. 12 Auður Eva Pæsar Ívarsdóttir, nr. 2 Ragnheiður Sveinsdóttir, nr. 3 Sigrún Jóhannsdóttir, nr. 5 Ragnheiður Ragnarsdóttir, nr. 6 Erla Eiríksdóttir, nr. 7 Elín Anna Baldinsdóttir, nr. 8 Guðrún Erla Bjarnadóttir, nr. 10 María Inés da Silva Pereira, nr. 13 María Kastóttir, nr. 20 Ramóne Petaskite, nr. 22 Alexandra Líf Alexandersdóttir, nr. 23 Brynhildur Sól Eldurdóttir og nr. 26 Vilborg Pétursdóttir. Já, Frömmurum er nr. 16 í markinu Heiðrún Dís Magnúsdóttir, 29 Guðrún Ósk Maríasdóttir, nr. 2 Elisabeth Mjöll Guðjónsdóttir, nr. 4 Guðrún Þóra Halldórsdóttir, nr. 5 Hafdís Sukuka Lúra, nr. 8 Marta Sördal, nr. 9 Ragnheiður Júliusdóttir, nr. 10 Rebekka Rödd Skúladóttir, nr. 14 Sigurbjörg Jóhannsdóttir, nr. 17 Elisabeth Gunnarsdóttir, 19 Elva Þóra Arnardóttir, nr. 20 Hildur Þorgeirsdóttir, 21 Steinun Björnsdóttir og 27 Arna Þyrí Ólafsdóttir. Þjálfararnir auðvitað Stefán Arnarsson og Óskar Þór Ármannsson og dómarar leiksins eru Þorleifur Árni Björnsson og Ramúnas Mikolonis og þeir dæmdu mitt í gær líka FH Afturölding í Katalóknum og þar endaði leikar að FH vann en þeir dómararnir voru í sviðsljósunni alveg í lokinn. Þeir dæmdu ruðning á liðsmenn Afturöldingar. Það var mjög vafasamt að mörgu leyti. Það eru mismunandi skoðanir á því en það var klárt að þetta var annarkvæmt ruðningur eða víti og þeir dæmdu ruðning. Það var spurning hvernig þetta þróast hjá þeim í þessum leik en þeir eru vandamálsir. Liðin að gera sig klára hér í baráttuna. Þessi lið mættust í febrúar, 11. febrúar nánast tiltekið. Þá unnu Haukar sigur á Ásvöllum og lokastaðan þar var 26-23, hálfleikstölu 16-12 fyrir Hauka og það fór Ramóne Petaskite á kostum og skoraði 10 mörk. Í liði Framara voru meira dreift markaskori. Steinun Björnsdóttir var með 5 mörk og svo var það Hildur Þorgeirs og Ragnheiður Jónsdóttir með 4 hver. En það er alveg klárt að Ramóne Petaskite er lykil maður hjá Haukunum og Framararnir þurfa að stöðva hana. Samanskapi er Ragnheiður Júliusdóttir gríðarlega öflug skytta líka fram megin og það þarf Haukarnir að stoppa. María spilar á móti henni. María Inés da Silva þarf að segja. María Karlsdóttir hérna við hliðina á henni, fyrirliðin. Og Sigrún Jóhannsdóttir ásamt Guðrúnu Erlu Bjarnadóttir hérna og svo Ragnheiður Ragnarsdóttir hjá Frömmurum.
Það var Ragnheiður hérna í skyttunni auðvitað, Sigurbjörg á miðjunni og Hildur í skyttunni. Hornunum Guðrún og Marta. Línunni á sjálfsögðu Steinun, gríðarlega öflug á línunni. Auðvitað þurfa að vera vel vakandi fyrir henni á línunni. Sigurbjörg. Hendin komin upp. Hildur fyrir árásina, brotið á henni, frábær vörn hjá Sigrúnu. Og það 4 sendingar eftir. Hildur upp í skotið og tekur skotið en þetta verður hún löng sending fram, frábær sending. Og þessi bolti yfir. Óheppin hérna, hún Guðrún Erla Klaufi að skora ekki þessu. Þarna var það Elín Jóna sem verður gefinn henni varið skot en það var rauninni Remanne Petur Skíta sem tók allan kraft úr skotinu hjá Hildi. Bæði lið búin að eiga 1 skot á markið. Við kemur skotur á Sigur og boltinn engast fyrir af dómarnum að út af. Þarna var það Ragnheiður sem átti þetta skot úr í stöngina. Þá fá Haukarnir sína fyrstu sókn, þar að segja að stilla upp og það alltaf framararnir að stíga vel út í Ramóne, taka hann bara umferð. Rebekka fer í það, Ramóne það aukakastið og Rebekka við kynni brot sitt þarna. Haukarnir óskað að tala að það væri búin að reyna að vinna eitthvað í þessu, finna lausnir við einmitt þessari vörn. Nú kemur boltinn í hornið. Skot og það framhjá. Elín Anna Baldursdóttir á þetta skot. Skiptir svo inn á við Sigrúnu vörðarsókn. Sigurbjörg komin í hornið, mikil barátta og Rebekka gerir vel hann að vinna þennan bolta. Það nálægt í að tapa hann framarðin en það gekk ekki. Þetta ekkert mark komið í leikinn. Framarar unnu hérna eftir áramót líka 17-16. Það var lítið skor í þeim. Spurning hvort það verði eitthvað svipað í þessum leik. Sigurbjörg. Hildur upp og þetta inni. Vel gert hjá Hildi Þorgeirsdóttir. Fyrsta markið hennar. Fyrsta mark Framara. Og Framarar komnir hér yfir. Eftir 3 mínútna leik kom fyrsta markið. Ágætis skot alveg upp í horninu. Erfitt fyrir Elínu Jónu að verja þetta. Koma Marja, keyrir með 1-2 og skorar. Glæsilegt gert hjá Maríu Nes. Og Framar að keyra henni upp í hraða miðju. Sigurbjörg, skref. Já, ég sé hárrétt. Og koma Haukarnir. Marja róar það niður. Sigrún kemur út af og Elín Anna kemur inn á miðjuna. Og það Sigurbjörg sem tekur Ramónu úr umferð. Það reyna að finna hér lausn við þessu. Kemur Marja og kemur í blokk fyrir hana en hann gekk ekki núna. Marja kemur og hér Sigurbjörg ekki langt frá því að vinna þennan bolta. Mikil barátta inni. Og Ramóne upp. Það var að vera 3 metra frá. Það reynaðar aftur. Það er erfitt fyrir Ramóne. Það er ekki mikinn tíma í skotin. Hendi komin upp. Marja með skotið og hún skorar. Hún ætlar að taka við keflunni hérna fyrir utan. Kom með bæði mörkin og kemur Haukunum yfir 2-1. Vel gert hjá henni. Skotuskrefur hérna í fjærhóttið. Fór milli 1-2 í fyrsta markinu. Stillir Sigurbjörg upp í kerfi. Hildur kemur vantarlega á ferðinni hérna inn á miðjuna og reynir með sendingu á línuna. Dæmt lína á Framara. Annar tæknifetin þeirra í þessum leik og Haukarnir
Keyrir upp, Ramóni upp og tekur skotið. Þetta er varið af vörninni og svo Guðrúnu. Og keyrir upp Hildur. Sigurbjörg á steinunni, brotið á henni. Já. Góð vörn þarna hjá Ragnheiði, sýndist mér alveg örugglega. Hún tók allan kraft úr þessu skoti. Staðan 2-1 og Framarar í sókn. Leysir hún inn Marta. Og þessi bolti, það var inn af Maríu. Vel gert hjá henni. Tapað bolti frá Frömmurum enn og aftur. Þriðji tapað boltinn. Og hér er aukakast. Aukakast á brotið á Sigrúnu. Sigrún skiptir svo inn út af við Elínu aftur. Og Haukarnir geta stillt upp og komist í 3-1. María með bæði mörkin Haukar á að skorað hingað til. Búin að vera kraftur í henni meðan Ramón þykir nú umferð. Þessi sending ekki góð en hún reddar þessu. Hér kemur skot, þetta er vel gert. Guðrún Erla Bjarnadóttir með skotið og yfir steinunni og í fjærhornið, glæsilega gert, 3-1. Og hér stoppar María Framarana. 3-1 fyrir Haukana hér eftir 6 mínútur, rúmlega 7 mínútur. Framarar aftur, sóknarleikurinn ekki ganga vel hér. Þessi sending á línuna og það er dæmt lína. Enn og aftur dæmt lína á Framara. Ramóni, nei, með skelfilega sendingu. Þannig að reyna einhverja no-look sendingu. Ára Steinun og missi boltan á brotið á henni. Óskar Armans ekki sáttur við þetta. Þorleifur Árni ekki fá nein viðbrögð á bekknum. 3-1, Framarar fá hér aftur tækifæri að minnka muninn. Svo mikið mistök á liðunum Framarar og öllu heldur. Núna að tapa boltanum 4 sinnum. Klaufalega. Hér er Hildur komið mjög nálægt, þessi bolti bara yfir. Hildur aðeins og nálægt þarna, tók ekki uppstökkið, skotuskrefinu og það gekk ekki upp. Það var Elisabeth Gunnarsdóttir að gera sig klára að koma inn á. Og Guðrún Þóra hér á bekknum líka. Skiptir vörnarsókn við Rebekku. Og Rebekka, Ramóni inn á miðuna, Elín. Sending á Maríu, það eru 4-2 hér og María með svakalegt tillaup, jafnfæti stökk og skorar. María Inés da Silva skorar 3. mark sitt og 4. mark Hauka. Haukarnir að byrja þetta gríðarlega vel. Og Stefán reynir að stýra þessu, Sipa segir hann að fá hann að bara hlaupa í vörnina. Og það voru Framarar komin við 7 útileikmenn. Guðrún Ósk komin á bekkinn, fara að hvíla sig aðeins. Elisabeth er komin inn á og þetta er frábær vörn. En þá reynar hann aftur, búinn að skipta markmannum inn aftur. Og sending á Elisabeth, það fær víti. Og guldspjald á Sigrúnu. Vítakast, fyrsta vítakast í leiknum. Það er Sigurbjörg sem að fer á vítapunktinn. Örugg. Oftast nær og þetta verður ekki öruggara en þetta. Skeytin inn hjá Sigurbjörgu. Glæsilegt víti. Það er ekkert þetta. Þetta orða það öðruvísi. Þetta var eins öruggt og hægt er. Þá koma Framarar. Nei, í Haukarnir segi ég. En þá taka Ramóni vel umferð. Frábær sending hjá Maríu inn á línuna að sem að Elín Anna var og hún skorar 1. mark sitt og hér vinna Haukarnir boltan. María róar það niður
og Ramone sammálari. Stöðunni 5-2. Við bara að taka upp boltan rólega og spila sig í gegn. Frábær vörn, þannig að enn eitt tapaði boltinn hjá Frömmurum. Við telja 5 tæknifælla hér í fyrstu 10 mínútunum. Þessi bolti frábær sending í hornið en þar Guðrún klár. Ver þetta og hér kemur skot og þetta ver hún Elín Jóna frá Ragnheiði og Ramone fer alla leið og en þetta ver hún í markinu Guðrún Ósk. Frábærlega gert hjá henni hana. Ramone tók þetta bara driplið upp allan völlinn. Það var með mann í sér en fekk gott skot og Guðrún Ósk Maríasdóttir varði þetta glæsilega með 3 varin. Elín Jóna með 2 bolta. 5-2, 11 mínútur liðnar. Framarar hér í sókn. Ramone komin inn fyrir framann. Það var Sigurbjörg. María selur sig hérna, boltinn laus. Í þessu horni laust og það í stöngina. Óheppin Marta hérna. Marta Sördal átti þetta skot en það fór í stöngina. Þarna seldi María inn í sig og hornið opnaðist, galopnaðist. En það kom ekki sök. Haukarnir geta komist í 4 marka fórustu. Elín, María, Elín aftur. Tekur feilskotið fyrir hérna utanvert. En Steinun, nei, Hildur sér við henni. Það var Elín, Ramone, Elín, María með lendir hann á vegg. Ragnheiður stígur á hárrétt augnabliki fram og stoppar hana. Nú kemur María að reyna að búa til blokk fyrir Ramone. Ramone rennur hana og búið að brjóta á henni. Framarar ekki ánægðir með þetta. Elín, María með skot á skrifinu. Það fer af vörnin út af. Og hendir komin upp. María, Elín, það verður að fara í skotið. Hún treður sig hérna í milli, þetta 2 gengur ekki upp. Öxlu undan sér, nú stillaður upp í skoti á Ramone. Og hún tekur skotið, þetta beint á Guðrún í markinu. Og Framarar keyra upp. Og Ragnheiður með skot, en þetta ver hún. Elín Jóna í markinu hinum megin. Vel gert hjá henni, lesið. Og Ragnheiður Júlíusdóttir ekki að finna sig þessa stundina með 3 skot, ekkert inni. Staðan þá 5-2, 13 mínútur liðnar. Þá kemur María, sækir nöfnu sína og hann lendir í vandræðum Ramone. Elín inn á miðuna, missir boltan, tapar boltanum og Framarar keyrir upp og býtur við, þarna hætti Steinun og hún stígur á boltan, hún Sigurbjörg. Steinun hætti bara þarna í miðju hraðahlaupi og þetta var klaufalegt, mjög klaufalegt hjá Frömmurum. Þessar fyrstu 14 mínúturnar ekki til að rópa húrra fyrir hjá Frömmurum sóknarlega. Og þessi bolti skelfilegur. Haukarnir að smitast að tækniföllunum. Bæði lið að safna tækniföllum hér í fyrri hálfleik. Haukarnir konum með 4. Framarar með 6 tæknifölla. Þá það Framarar. Guðrún Dóra Halldórsdóttir er með boltan. Hildur Sigurbjörg, frábær varnarvinn en boltinn er laus og hún kemur boltan inn og Steinar heppnar þarna Framarar. Og Steinur skorar sitt fyrsta mark. Þarna las María sendingaleiðina en náði ekki að halda boltanum. Boltinn datt fyrir í fangið á Sigurbjörg aftur og hún kom boltanum inn á Steinunni sem var dauðafrí. Og hún skorar 3. markið. Langt síðan þeir skoruðu hér liðin. María, Ruðningur. Já, Ruðningur á Maríu og keyra Framarar upp. Marta róar það niður.
eftir að fyrstu 15 mínútur 8 mörk samanlagt. Það var það Sigurbjörg keyrir hérna milli og þetta er víti. Og Sigrún vantarlega inn í teignum. Og Ragnheiður fer núna á vítapunktinn. Það gerir hún. Hún ver þetta! Hún Elín Jóna. Sigurbjörg fiskaði vítið og tekur þá greinilega ekki vítið. Og með að við hvað örugt það var áðan þá hefði hún kannski hægt að taka það bara sjálf. Þarna er Ragnheiður að taka víti og það var varið. Ragnheiður ekki að finna sig hér. Það var að Sigurbjörg hildur upp. Aftur frábær sending, allt opið og mark. Æsilega gert hjá frömmurum. Guðrún Þóra Halldórsdóttir skorar sitt fyrsta mark. Ára Ramóne keyrir í gegn og skorar. Ramóne Petterskite og gullspjald á Sigurbjörgu. Ramóne Petterskite skorar sitt fyrsta mark og er þreytt á þessu. Fer hérna, tekur hraða miðju og skora. Og koma framarar aftur. 2 mörkum undir með markmanninn út af. 2 línumenn. Elisabeth hér og Eva Elva sig. Og þessi sending hjá Ragnheiði algjörlega glórulaus. Enginn í markinu og hún skorar. Hún Sigrún Jóhannsdóttir. Ragnheiður með glórulausa sendingu og Stefán er nóbóðið og tekur leikliðið. Skulum fá að heyra hvað hann hefur að segja. Hættu að svekkja þig. Hei, stelpur, hvað djöfn er í gangi? Þú verður að klára utan þar. Ykkur er boltinn henni niðri, þá erum við ekki æfa út. Vörnin er komin, núna 7-6, höldum að spila 4. Þú verður klárið klók í skiptingunni, tökum svo 4 tilbaka. Já, nei, svo tókum það. Já. Skiptingu. Þá verður ykkur klókur að fara í fyrstum. Herru, og síðan fáum við hinum einn bara 2-faldan. Samt skiptur hornamaðurinn. Ha? Samt skiptur hornamaðurinn. Já, ok. Ha? Ég kem með tilbaka, Ragnheiður. Og bara eiginlega leið og Sibba færa en þá ferðu. Ég kem með tilbaka. Herru, Elva, varnarlega, það kemur þá taklaður manni. Hún fer alltaf yfirhandvinduna. Sýnir nú smá áhuga á þessu. Herru. Já, Stefán hérna fara aðeins yfir. Talaði við Ragnheiði um þetta að ekki vera að svekkja sig. Aðeins búinn að missa hausinn hérna. Á uppáhaldsmínútum þessum leiks. Ekki náð að finna sig. Sóknarmenn þá ætlar að spila áfram með 7 sóknarmenn og taka hér 4 tilbaka eins og sýndist að það verða kerfið áðan þegar opnaðist allt fyrir Guðrúnu Þóru. Við sjá hvað hún á samt sem hún áður að held samt að hún eigi skipta út af markmanninn en við sjá hvernig þetta þróa sig að þeim. Já, hún kemur út af núna. Hér kemur skotið, þessir Hávardi frábær en boltinn í hornið og boltinn út af. Þarna var Marta Klaufi að nýta ekki færi betur, búinn að fá 2 dauðafæri í horninu. Þarna var hún Ragnheiður var farinn bara og ætlaði að taka hraðablöpið en boltinn röklaðist til framar á hún. Marta fekk dauðafæri aftur í horninu en náði ekki nýta sér það. Hér kemur Ragnheiður aftur upp á boltan. Dæmdur ruðningur. Óskar vill fá bakræðingu en Ramónas er ekki sammála því. Óskar ekki hrifinn af þessu. 4-7 Haukum í vil og framarar komnar hér með Hafdísi Súka inn á. Hún fær boltan aftur, kemur boltanum á línuna Elisabeth það er vítakast. Óskar lætur henn heyra það hér gullspjald á Ramóne.
Ára Sigurbjörg, guldspjald á bekkinn. Þorleifur enga þolinmæði, bara gefur guldspjald. Og hún skorar. Það sjálfsögðu skorar Sigurbjörg úr vítakasti og minkar muninn í 2 mörk. Það var að Sigrún komin á miðjuna, María og Ramóne í skeytunum. Það er ekki náð að losa Ramóne almennilega þegar í uppstillin sókn. María, Sigrún, María aftur, Ramóne, það er Sigrún, reynir að tróða sér gegn, tróða boltanum í línu, kemur boltanum í hornið á Maríu og María skorar! María Inés da Silva skorar 4. mark sitt í leiknum og 8. mark Hauka. Hún verið gríðarlega öflug hér í fyrri hálfleiknum. Það var ekkert svakalega hugguleg sókn hjá þeim en hún dugði. Opnaðist vörnin hérna í horninu og komaðar aftur framarar. Hildur, Guðrún og brotið á henni. Sigurbjörg kominn inn á, Hafdís með boltan, Hildur, Guðrún, Hildur með sendingun í hornið og Hafdís með 100. skot en þetta ver hún í markinu, hún Elín Jóna, 5. skotið hennar og Hafdís að skjóta 1. skotið sitt á markið. Það var að Ramóne kominn hérna hægra megin. María ætlar að reyna fyrir sig vinstra megin. Gengi vel hægra megin undanfarið. Með 4 mörk af 8. Og þessi bolti dauðafrí á línunni. Frábær sending hjá Sigrúnu. Og það er fyrirliðin María Karlsdóttir sem skorar 1. mark sitt í leiknum. Og 9. mark Hauka. Þá koma Hafdís, Sigurbjörg og framar að róa þetta niður. Aftur koma þær með 7. mannin í sóknina. Enginn í markinu. Búin að fá 1 mark á sig, enginn í markinu. Framarar að gera þær hérna. Sigurbjörg á Guðrúnu, Guðrún, Sigurbjörg skipt svo. Ja, frábært mark hjá Hildi. Hildur skorar annað mark sitt og 7. mark Framara. Ramóne, María og hún reynir að tróða boltanum hann inn á Ramóne. Gengur ekki, brotið á henni. Þá er Ragnheiður Sveinsdóttir komin inn á fyrir Maríu Karlsdóttur á línuna. Það kemur skot frá Maríu, gengur ekki upp. María, eins og segi, komin hérna vinstra megin. Ramóne yfir hægra megin, er að taka Ramóne úr umferð og ná ekkert að fá að tækifæri til að skjóta markið. Eina mark hennar í leiknum að koma eftir gegnumbrot eftir hraða miðju. Það er Hafdís, Sigurbjörg. Hildur, Sigurbjörg, boltan í hornið á Guðrúnu, Guðrún dauðafrí og hausar hérna Elínu. Ábæðilega gert hjá Guðrúnu. Guðrún Þóra með annað mark sitt í leiknum og hraða miðjan klikkaði hjá Haukunum. Það var að María og Sigrún á miðjunni, Ramóne. Ragnheiður í horninu, leysir inn á móti. Sigrún, María kemur á fullri ferð inn á miðjuna, fyrir árásina, Sigrún fær boltan, keyrir aftur inn á miðjuna, lenda í vandræðum hérna Haukarnir, 4-2 og tapar boltanum. Sigurbjörg vinnur boltan, Rebekka keyrir inn eftir boltanum, vinnur boltan og fær aukakasti. Vel gert hjá Sigrúnu að stoppa þetta. Haukarnir að taka fram úr hér í tæknifeilum. Nei, það er jafnt, 7-7 í tæknifeilum og það 9-7. Haukum í vil. Já, koma Framarar. Hildur,
með skotið, ekkert gengur upp, hún döðfrí hérna frammi, boltið kemur fram, en sjáu þið Guðrúnu, hún vinnur þennan bolta og það keyra fram hérna Elína með varibolta þarna frá Hildi og hann hefur verið laus á þetta varibolti aftur kemur Guðrún Ósk út af og það stilla upp í sjömanna sóknarlínu Hafdís, Hildur, Sigurbjörg Guðrún Hildur kemst alla leið, akkur fór hún ekki alla leið Ramón hleypti bara og það dæmt leiktöf þetta var furðulegt þarna var Hildur bara komin í gegn en losaði boltan og Haukarnir fá tækifæri hér enginn verið rekinn út af hann þá í þessum leik Prúman á leikinn 3 gul spjöld 4 með á þjálfarana Sigrún upp reynir að senda hann á Maríu en Marta sér við henni lokar á hana þessi sending erfið en Rebekka vinnur boltan og hvað tapar hann aftur já það tapar hann aftur og þá Óskari Nóbóðið vill fá að ræða við sína stúlkur og heyra hvað hann hefur að segja Ok, hvað þú aðeins inn? Ok, fínt stelpur, fínt. Ok, ekkert mál, bara smá break. Já, ég var að hugsa að setja Ramónu á miðjunni og taka þá Júkan. Þannig að hún fari sem sagt, nei, bara Júki. Þú byrjar á miðjunni, þá María hérna vinstra megin. Þú kemur aðeins inn, þú byrjar þá hægra megin, bara venjulegur Júki. Og þú kemur inn og boltinn gengur þá yfir, þú veist, þannig að við... Boltinn eru ógeðslega frí máli. Já, þannig að við fáum þér aðeins út, þú verður þá að vera aðeins, þú veist, vera á boltanum, þú veist, vera svolítið frí, þú veist. Já, Óskar nýtti þetta leiklífi aðeins að leyfa leikmönnum að pústa og stilla upp í sóknina. Það að taka Júka með Ramóni á miðjunni. Sjá hvernig þetta þróast hjá þeim. Guðrún Erla talaði að hornið væri mikið opið fá boltan í hornin. Kemur María á fullri ferð, í skotið og þetta inni. Frábært mark hjá Maríu og hún skoraði sitt 5. mark í þessum leik, 10. mark Hauka. 4 mínútur eftir að hafa fyrri hálfleik. Það koma framarar sem að vera undir 3 mörkum. Já, meirihlutann að þessum leik. Húrarleik, Haukarnir búist í 4-1. Hér Ragnheiður með skot og það framhjá. Ragnheiður ætlar ekki að finna netmörskvann í þessum leik, ætlar ekki í fyrra áleik. Og hún reyndi ekki svona á markmanninn þarna. Það var vel framhjá. En hún hættir ekkert að skjóta, hún er alveg skýta. Hún er ekkert að spá í skotindíku. Það var að María. Elín. Boltinn í hornið á Ragnheiði, Elín aftur, keyrir hérna, tekur skotið, brotið á, og það Steinunn sem fær gullspjald. Brotið á Ragnheiði þetta, Ragnheiði Sveins. Og þá koma Haukarnir aftur, gera nákvæmlega sama, og kemur María á fullri ferð, keyrir hérna milli 1 og 2 og fá víti allan að mark, já, og gullspjald. Hefði fengið í vítið. Guðspjald á Örnu fyrir. Og María skorar enn eitt markið fyrir Haukana. 7. markið hennar. 11-7. Þá koma framarar. Ragnheiður Hafdís á miðjunni. Hildur hér fyrir utan.
Tvær á línunni, Steinun og Elisabeth. Hafdís, Hildur með skotið, þetta ver hún í markinu. Hún Elín Jóna. Það gengur ekkert upp sóknarlega hjá Frömmurum hérna í fyrri hálfleik. Tæknifélagarnir orðnir 9 í fyrri hálfleik. 8 reyndar hjá Haukunum líka. Þannig að bæði lið geta lagað það. Og hér reynir þetta að keyra hérna mitt 1-2, Ragnheiður stoppar hana. Það var að María með skot, þetta les hún í markinu. Hún Guðrún með 5. skotið sitt. Og þar keyrir upp hérna Hildur Ragnheiður með sendingu á línuna. Brotið á henni. Þetta var Elva Þóra ekki nóg ákveðin í að ná boltanum. Það er eins og umferðarmiðstöð þetta fram að skipta svo mikið inn og út. 1,5 mínúta eftir af fyrri hálfleik. Þá kemur Guðrún, Hafdís, Hildur, Ragnheiður upp í skotið og þetta er lesið frá Elínu Jónu. Hún er greinilega búin að skoða fullt af myndböndum á Ragnheiði með við þessa nýtingu. 6-0 nýting hjá Ragnheiði hér í fyrri hálfleik. Skelfilegt. Já, koma Haukarnir geta að auki munn í 5 mörk. Það er þau fyrst skipti í þessum leik. María upp með skotið af vörnin út af. Og það skipta Maríu út af. Og inn á að koma Brynhildur Sól. Hendin er komin upp. Það var kannski svakalega skynsamlegt. En hendin er uppi og það er Ramóna sem að fer í skotið eða hvað. Nei, hérna er allt opinn. Hún fer í gegn og í stöngina. Opni hérna á Haukunum. Brotið á Frömmurunum. Hérna á Guðrún. Það kemur Hildur. Ragnheiður með skot og aftur var hún annað tækifæri og nú skorar hún. Loksins skorar Ragnheiður. Eftir 2, 4, 6, 8 tilraunir. Staðan 11-8 hér í hálfleik. Við ætlum að fá að heyra í aðstoðarþjálfurum liðanna og sjá hvað þeir hafa að segja um þetta. Jón, 11-8, þetta bara gengur þokkalega í Haukunum í fyrraleik. Við erum bara mjög ánægðir. Vörnin er að spilast eins og hún átt að spilast og það sem kannski þarf að laga, það er kannski örlítið í sókninni en vörnin sem slík og markvarslan er mjög góð. Við erum ánægðir með það. Þurfum ekki að fara við það í hálfleik nema bara spila sömu vörn. Það er alltaf að Ramón er búin að stimplu hérna út úr leiknum bara með að tekja nú. Þið vantarlega gert ráð fyrir þessu? Já, meðal annars en sko hún má hreyfa sig kannski pínleitu og koma sér í meiri færi sjálf en eins og þetta er að spilast þá verður þetta bara í lagi en við þurfum kannski að slípa sóknina. Það er margir tæknifélagar í þessu leik. Framarar með ykkur 10, Haukarnir samt með líka ykkur 8 tæknifélagar. Það er kannski rúm til bætingar. Já, það er örugglega þetta að bæta eitthvað sambandi við heilan og allt það en svona leikir, þetta skeður í svona leikjum. Þetta er hraður leikur, skemmtilegur held ég að horfa á og við þurfum bara að bæta þetta, þá er ég ekki hræddur. Takk fyrir. Ásísi. Jæja, 11-8. Þeir eru með einhverja 10 tæknifélaga hérna í fyrri hálfleik. Þetta sóknarleikurinn ekki ganga vel? Nei, það verðist vera eitthvað stress í gangi. Það er búið að vera hraðablum og svona sem hefur verið svona flýtt okkur fullmikið. Það bara munar að fá ekki þau öldu mörk. Tölum við sóknarleikin eins og það er kannski vantað mikið upp á sóknarleikin í dag.
Já, svona, við erum til að fá ágætis skotfæri sem bara höfum ekki verið að skjóta nógu vel en verið að reyna að gera það auðveldara fyrir okkur með að spila 7 í sókninni en kannski svona, það er ekki gengið alveg nógu vel, nei. Já, en kannski mætti nýta það betur að nýta 7-6. Já, þetta er alltaf erfitt, þá verður svona stress að, þú veist, náttúrulega ein feilsending, þá er bara hægt að koma með mark í baki, sko, þannig að það þarf að vera svolítið svona skipulagt en það hefur ekki gengið alveg nógu vel. Vörnin svona bara í þokkaleg, er kannski átt erfiðleikum með Maríu í hökun? Já, það er náttúrulega, þær eru þarna 2 helviti öflugar fyrir utan og ef maður tekur eina þá kemur meira pláss fyrir hérna. En það er bara eitthvað sem það þarf að bæta úr. Takk fyrir, gangi vel. Allavega að skella okkur í... Prófaðu nýtt Coca-Cola Zero Sykur með nýju endurbættu bragði. Bragðast meira eins og Coke. Lifðu þinn í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum. Some people believe that football is a matter of life and death. But football fans know it's much more important than that. Once you're in, you're in. For the long haul, for life. It's not easy being a fan, but real fans wouldn't want it any other way. Years of pain and hopeless expectation. In exchange for what? Moments of pure joy. You have to be a fan to know how much it means. I saw someone. He wasn't human. He's a known terrorist, and he's killed again. I will find him, and I will kill him. You never talk about your past. I don't remember much. It was fragments. There was an attack. We saved you, and now you save others. Everything they told you was a lie. You had a family. Who are you? They did not save your life. They stole it. How many were there before me? You're supposed to have a clean brain. They created me. But they cannot control me. Ghost in the Shell komin í bíó. Reytir fasteignafélag stærsta þjónustufyrirtæki landsins á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis. Okkar starf fer að finna fyrirtækjum réttan stað og skapa þeim hentuga umgjörð utan starfsemi sína. Við sérhæfum okkur í þjónustu og rekstri atvinnuhúsnæðis með áherslu á verslunarhúsnæði, skrifstofuhúsnæði og hótelbyggingar á höfuðborgarsvæðinu. Herborginen sagði: Halló, ég lítið iPod. Hann var lítið iPod þessi hamborgari. Við verðum aldrei of gömul fyrir hamborgara. Fabrikan. Tengjum íslensk heimili og fyrirtæki, svo hlutirnir gangi sinn vanagang. Míla, lífæð samskipta.
Já, þá erum við mætt aftur hér með seinni hálfleikinn. Það er býðið til dómurum, þeir þurfa sína hvíldartíma, ekstra hvíld. Haukarnir að vinna þennan leik, 11-8 Framarar verið illum hornar hérna sóknarlega í þessum leik, þessum fyrri hálfleik. Og þar er Ragnheiður Júliusdóttir búin að eiga 8 skot á markið, 1 mark. Skoraði hérna bara 1 sekúnda var eftir að leiknum. Og það er að fengið neitt út úr henni. Hún er hellinginni, hún er Ragnheiður, og Haukarnir þurfa að hafa augun með henni. Hún hættir ekki að skjóta, það er nokkuð ljóst. Hér er einn meistari í banni fyrir fótbolta bara hérna. Hann ætlar ekkert að fara leyfa stelpunum að spila stöngin út. Og hann gæslumenn flykkjast að hann og takla hann. Reka hann út af, og þá hefst leikur. Haukarnir hefja hér seinni hálfleikinn. Og eru 3 mörkum yfir. Vestlið 4 mörkum yfir. Spilar og Ramóni fær hún tækifæri. Spilar bara 6-0 og það hættir að taka hana úr umferð. Framararnir, Ramóni, María, Elín, Ragnheiður í horninu. Ramóni kemur náttúrulega ára á sinn undir skot og María skorar. Þetta var auðvelt, standa ekki á hendina á henni. Þá er skotin auðvelt. 4 marka munur, 12-8. Nú sjáum við hvernig hvað Stefán hefur lagt upp sóknarlega í framliðinu. Ragnheiður hér, Sigurbjörg, Hildur, Guðrún, Steinun, og hér missir hún Marta nær boltanum. Sigurbjörg, Hildur á Sigurbjörgu, allt opið, þetta verð og bolti framhjá, hún var víti. Vítakast. Þorleifur dæmir víti. En hún hefði verið ítt henni, ítt við henni hana í leiðinni í færið. Og Sigurbjörg ætlar að taka þetta skot, taka þetta víti. Hún skorar 2. Örugg á punktunum. Hingað til og heldur því áfram. Sigurbjörg með 3 mörk. Öllum vítum. Minkar muninn í 3 mörk. 12-9. Þá koma Haukarnir 6-0 vörnin eins og segi. Framárunum. María, Ramóni. 10 mörk í sigurleik þessara liða. Liðið mætti síðast. María með skotið. Þá vilja Haukarnir fá víti þarna meginn. Ég minna þessi alveg eins, en það var ekki dæmt. Ramóni á ferðinni. Elín undir horni. Ragnheiður með frábærlega gert hjá henni. Ógnaði og lyfti svo boltanum skemmtilega yfir Guðrún Ósk í markinu. Guðrún Ósk ekki náði að sína bestu liðar og Ragnheiður hendi boltanum þarna út af. Menn að það hefði verið brotið á sér. Ragnheiður 10-11. Hér missa Haukarnir boltan og þá keyra Framarar upp 4-2 að hljóta hann á góðu færi og gera það Marta skorar. Marta Sördal skorar fyrsta markið sitt í þessu leik og minkar muninn í 13-10. Haukarnir. María komin inn á línunni. Vildi hérna í lok síðar áleiks. Elín, María og hér kemur Ragnheiður á krafti út og stoppar hana. María sækir hér í línu. Og Ramóni með skotu bara úr Hafnarfirði. Og
Þetta varið af vörninni í stöngina og út af þannig að það hlýtur að vera eitthvað sem að Haukarnir eiga þetta, já. Ramone tók hérna ákvörðun að skjóta hérna vel fyrir utan. Hávörðin var klár í þetta, fór í stöngina og í innkast. Það var Ramone aftur. Hún er komin ein í gegn og hún skorar. Ramone þetta skýtti, skorar og Framarar taka hér hraða miðju og lítur á henni og Stefán vill fá 2 mínútur. Það er það ekki. 14-10. Fjóra hálfmínútu eftir liðin segja seinni hálfleik. 14-10 frammi Haukum og það er að spila þetta gríðarlega vel hingað til. Hildur Sigurbjörg missir boltan. Hún misti boltan beint í hendunar Elísabetu. Er lukkan að snúast fram í vil. Þetta var magnað. Ramone með skotið og það er framhjá. Þá keyra Framarar upp. Hildur á Ragnheiði og Ragnheiður hendi boltanum út af. Hún er bara ekki eiga góðan dag, greið. Það er bara nokkuð ljóst. Tapa boltanum, henda boltanum allan tvisvar hérna í seinni hálfleik og minnir mig að allan einu sinni, ekki tvisvar í fyrri hálfleik. Hún skjóta 9 sinnum á markið, þannig að það skora 1 mark. Þetta er ekki góð dagur hjá henni. 7. dagur fyrsti 2017. Þetta er ekki bækurnar hjá henni. Elín losar boltan hérna og Haukarnir halda boltanum. Marja Ramone komur inn hægra megin. Elín tekur skotið, brotið á henni og Ramone stillir upp. Marja hendi komin upp. Elín, Ramone, þessi sending ekki góð. Elín, Ramone verður að skjóta og hann gefur boltan, reynir að kjöpa boltan inn á línu en það var alveg út úr korti. Síðan önnur þriðja sendingi sem hún reynir svona sem gengur enga á hennu. Ragnheiður með skoten, Hávörður verið þetta og Elín nær boltanum. 14-11 staðan en þá. Það koma Haukarnir 3-3 hér í seinni hálfleik. Ramone undrahandarskot, frábært undrahandarskot hjá Elínu Önnu og skorar 15. mark Hauka. Hér er hún Sigurbjörg stoppuð. Elísabet kemur inn á fyrir Elfur Þóru. Það var Ragnheiður. Hildur tróða boltanum að inn á línuna. Brotið á Elísabetu. Það er hún Guðrún erta sig. Brotleg. Það er Hildur, kemur í árásuna, kemur hún á Elísabetu, frábær sending og hér er hvað, guldspjald á Guðrúnum. En frábærlega spila hjá frömmurum. Elísabet tók hann að góða rosa blokk og fekk boltan. Skoraði 12. mark Framara. Það var það Ragnheiður komin inn á línuna. Marja Ramone, frábær spil, hendar í horninu og vel varið en er ná boltanum. Ragnars nær boltanum til skot frá Guðrúnu. Fínt spil í Haukunum. Elín með skot og það er hátt yfir og Framarar keyra upp. Ragnheiður, Hildur, Ragnheiður aftur upp og í stöngina fyrir boltinn. Já,
Hún er ekki að finna sig. Það er okkurlust. Stefán heldur hún inn á. Hún er alltaf ógn. Og það bara að finna á eitt alveg gott skotfæri og þau koma sér á skrið. Ramóni með skot, en þetta verður hún í markinu. Hún Guðrún Ósk, 7. skotið sem hún verður. Það var ekki nógu skynsamlegt hjá Ramóni. Kom hann bara sjálf á driplinu. Það var Hildur. Sigurbjörg með skotið og skorar. Sigurbjörg skorar 4. mark sitt í leiknum. Óskar ætlar að taka leikhlé, sýnst mér. Já, tekur leikhlé í stöðunni 15-13. Við heyrum hvað hann hefur að segja. Ekkert mál. Nei, ekkert mál, slagið þið bara á. Bara aðeins að breyka, fá smá loft. Ok, það sem við þurfum að gera sóknarlega. Við þurfum að gefa boltanum pingu lengri tíma til að láta rúlla. Þú veist, ok, ef það er færi, þá tökum við þau. En höldum áfram að spila í kringu þær, þú veist. Taka réttu færin. Við getum skiptað, Ramóni, þið getum skiptað aðeins. Og hérna, María getur komið yfir og höldum það áfram að vinna með Júka 4. Við getum unnið með venjulegan hot. Og svo framvegis, aðeins að þú veist bara láta bolta pingu lítið lengur vera í loftinu. Ok? Já, Óskar Ármanns aðeins að róa sínar stúkur niður. Þetta er eins og síðast skotið á Ramóni. Algjör óþarfi að fara í þessa aðgerð. Geta að spila sig í gegn, fá frekar betra færi. Stefán vantarlega ánægður með sitt framlag sína stelpurna í seinni hálfleik allavega. Það eru yfir 5-4 hér í seinni hálfleik. Þannig að það þurfa að gera betur til þess að ná haugunum. Það þurfa að fá hraðablöpinn, vörn og hraðablöp. Í uppstýttu sóknleikur ekki alveg að ganga nógu vel hjá framvarunum. María. Það var að sendingin á línunni og Ragnheiður var vítið. Frábær sending hérna hjá Ramóni og vítakastæmt. Það er Guðrún Erla sem að gera sig klára á vítabundinum. Þessi fyrsta víti sem að Haukarnir fá í leiknum. Og hún skorar! Guðrún Erla Bjarnadóttir skorar annað mark sitt í leiknum. Og 16. mark Hauka. Tímindilinar að seinni hálfleik, 3 marka munur. Það er jafnt hérna í skori í seinni hálfleiknum. Staðan var 11-8. Haukum við vilt í hálfleik. Það var það Elising. Guðrún reisir inn og Elisabeth nær boltanum, en sjáu þessa markauðslu. Hér er Elín Jóna að loka rammanum. Ramóni og missi boltan hún María. Og Ragnheiður róar það niður, en gefur svo boltan á Hildi, en það er slakað svo á. Já, frábært X þarna hjá Elínu Jónu. Og með 9 varðabolta í þessum leik. Dauðafæri þarna sem að Elisabeth. Það var það Ragnheiður. Hildur Ragnheiður. Ragnheiður segir núna um boltan og Hildur með skot. Þetta er bara gripið, takk fyrir túkall. Þetta var ekki fastar en það. Og það var að Sigrún sendi ekki hornið á Ragnheiði. Ramóni tekur skotið úr skrifinu, en þarna er hún Guðrún, vel gert hjá henni, nær að teygja hægri hendin í boltan. Og hún kom með 7 varða. Eitthvað er hún Steinunn Björnsdóttir eitthvað slöpp. Hún hefði spilað hérna í seinni hálfleik og Rengi vel í fyrri hálfleik. Ragnheiður með skoti og loksins er boltinn inn hjá Ragnheiði. Annað markið reyndar hennar, en fyrsta markið er úr skytunni. Fekk
Tækifæri fyrra markið hennar, fyrsta markið hennar var á línunni. Tók hann það frákast. 16-14. Anna María, Elín, Ramóne. María með skotið, frábær vörn hjá Ragnheiði og hún lætur hún að heyra það. Hún varði þetta skot. En það fengur boltan aftur, Haukarnir. Brotið á henni. Það koma Haukarnir. Framarðinir farnir aðeins að berja frá sér hérna. Haukarnir hörfi frá þessu. Þetta skot ekki gott hjá Ramóne framhjá. Og Framar að keyra upp dauðafæri. Og mark! Elva Þóra Arnardóttir að skora fyrsta markið sitt og minnka munin í 1 mark hér. Frábær kafli hér hjá Frömmurum og Ramóne kemur út af. Ramóne ekki fundið sig í þessum leik. Frekar en Ragnheiður í framveginn. Og með nokkur skot á markið og tap á bolta. María, Sigrún. María aftur, Elín. María upp, tekur skotið. Framhjá, fer boltinn. Það skotin hjá Haukunum að slök undanfarið. Framar geta jafnað. Ragnheiður líklegt til þess að fara í gang núna. Hér skipta Framarar inn 3 leikmönnum eða eitthvað. Nei, 2. Kemur inn á hún Guðrún Ósk aftur í markið. 16-15, 14 mínútur liðnar af fyrir seinni hálfleik. Og Framarar geta jafnað. Ragnheiður upp í skotið. Já, hún vöknuð til lífsins. Stefán þekkir hana. Og þar bara sín 10 skotir að hita upp. Og þau eru búinn. Og hún komin á stað. 3 mörk hjá henni. 2 í seinni hálfleik. 16-16. Og raða Haukarnir. Hún 3 mörkum undir yfir segi í hálfleik. Hún að missa það fórskot frá sér. María upp í skotið. Þetta gripið. Og þær keyra upp hér Framararnir. Hraðaplaupinn. Og ruðningur. Já, Sigrúnu. Dæmdur ruðningur. Stefán ekki sáttur við þetta. Vel gert hjá Sigrúnu Jóhannsdóttir. Styttir sig upp hérna. Fekk ruðninginn. Haukarnir geta komist yfir aftur. Ramóne með sendingu á línuna og víti. Það að tróða boltanum hérna inn á Ragnheiði. Og brotið á henni. Hann var nálægt í að verja þetta en Guðrún Erla þakkar fyrir sig og skorar. 17. mark Hauka. Ragnheiður, boltinn í hornið á Rebekku. Sigurbjörg, Ragnheiður upp og hún skorar! 3. marki í röð hjá henni. Það kveiknað á henni. 17-17. Já, þetta orðin alvöru leikur hér hjá þessu liðum. Jafnt að öllum tölum hér. 17-17 og Ragnheiður Júlíusdóttir komin í gang. Bæði vörn og sókn. Já, hún gerir þetta krafti. Hún veit að hún komin í gírinn. Nú skýtur hún ennþá meira. Og Ramóne, María. Ramóne upp í sjáu þið varnarleikin hjá Ragnheiði. Hún ver þennan bolta frábærlega gert. Og Framarar geta komast yfir. Guðrún Ósk fær varinn bolta þarna. 9 var það. Boltið farið inn ef Ragnheiður hefði ekki boltið hún hefði ekki verið í markinu. Það nokkuð ljóst. Það ekki verið varið. 9 skot varinn. 10 skot hjá Elínu Jónu.
Ragnheiður tekur skotið og það inni. 4. markið í röð. Það ekkert annað. 18-17. Þetta í annað skiptið sem að Framar að komast yfir í leiknum. Stöðun 1-0 komast þær hlúrið fyrsta markið. Og svo ekki sögunum með fyrir núna í 18-17 þegar 17 mínútur liðnar að seinni hálfleik. Haukarnir að missa taktinn hérna, missa þetta frá sér, tapa 4-0 með 4 mörkum í seinni hálfleik. Ramone komið mjög nálægt og kemst í gegn og skorar og 2 mínútur á Ragnheiði. Það var ódýrar 2 mínútur á mínum mati. En Ramone skorar góða yfirhandafittu og skorar 18. markið. Fyrstu 2 mínútur í leiknum. Það er bara hannig. Hvernig Haukarnir takla þetta með einu fleiri. Haukar ná að vinna þann kafla. Það er eiginlega skylda að vinna þann kafla. Sjáu þetta frábært færi sem hún fær en Elín Jóna verið þetta. Þarna var Guðrún og Þóra með frábært færi. 5-6 ná að stimpla sig hérna í gegn og gera það vel. Geta Haukarnir auki muninn. Ramone kemur á ferðinni, tekur skotið og klínur honum í fjærhornið. Ramone Peter Skite með 4. mark sitt. Og það þarf að stoppa leikinn til þess að þrífa boltan, skipta bolta. 19-18. Framararnir, Hafdís, 50 sekúndur í manninn. Það er ekkert að skipta markmanninn út af. Það virkaði vel á hann, Sigurbjörg. Gefum boltanum á Hildi. Sjáðu Guðrún og reyna að tróða sig í gegn það. Þetta er langt frá því. Það var Hafdís. Og nei, Sigurbjörg sé Hafdís stoppuð þarna af Ragnheiði. Reynar aftur hendin uppi, leysa inn að Rebekka. Brotið á Hildi, hendin uppi. Taka þetta upp um stað. Vilja fá hana. Það Hildur upp og tekur skotið og það er framhjá. Hún hefur ekki verið að finna sig heldur í þessum leik. Það var ekki í seinni hálfleik, var með 2 mörk í fyrra hálfleik. Lína 10 mínútur eftir. Hér er leikmaður nr. 23, Brynhildur Sól Eddudóttir komin inn á. Koma örlítið inn á í fyrra hálfleik, nokkra sekúndur. Og reynar skot á skrifinu, þetta ver hún í markinu. Hefðum átt gera betur þarna Haukarnir en Guðrún með 10. skotið sitt. Og róa Framararnar niður. Elva Þóra kemur út af Elísabet inn á. Emmi stefnir í svaka Emmi hérna milli þessara liða. Öðru og þriðja sæti í deildinni. Sjáu þessa frábær spil hjá Frömmurum. Elísabet fær dauðafæri og hún nýtir það. Komið 3 mörk og jafnar leikinn 19-19. Það var að auka kast. Brynhildur reynir hérna að fara utanvert en brotið á henni. Það var að Elín. Ragnheiður segir Brynhildi. Ramone kemur á ferðinni, óþarf að dripla því að Brynhildi. Ramone brotið á henni.
22 mínútur vinnar staðan 19-19. Ekki með Ramone, Ragnheiður sækir hérna, stígur hana vel út. Og ætla að stilla upp í skotið. Ramone gríðarleg skytta, fær nóg tíma en skyttur hátt yfir. Nei, þetta varði bara engin boltan hana. Þetta sé ekki rétt. Haukarnir að fá hér gjöf. Hér kemur skot af Brynhildi en það gengur ekki upp. Framarar fá hér tækifæri aftur. Komast yfir. Tími hjá Stefáni. Það er bara að heyra hvað hann hefur að segja við sína stúlkur, búinn að gera vel hér í seinni hálfleik. Klassi, anda eins, þegar við vinnum boltan, við erum alltaf með frían hornamenn hér. Sibba, Sibba, og færðu hann bara róleg, hún er yfir með fría hér. Herru, núna, við getum spilað 7 af hann síðan, hann taka líka 40 og tilbaka. Ef þú fær ekki skotfærið, já 6-6, þú fær ekki skotfærið, komdu maður aftur og Sibba og spilum. Skiljið mig. Ekki með klippingu. Svo eigum við inn í 7 með klippingu. Jú, haldur. Herru, svo snýst þetta vörn, þetta er frábær vörn. Já, það er alltaf að halda fram að stilla Ragnheiði upp í skotinn, koma henni í skotinn. Hún er fann að finna sig, hún er 4 í röð inn í seinni hálfleik. Taka 6 skot, 4 mörk í seinni hálfleik, 8 skot í fyrri hálfleik, 1 mark þá. Hann var hann að hitna. Hann ætla að halda þessu við. Kerfi 7. Kölluðu þeir það. Þá koma þeir Ragnheiður, Sigurbjörg. Aftur kemur Ragnheiður, kemur í dribli, þeir í skotið, Hendis að gefi frábæra sendingu, Elisabeth Laus og vippar í markið og verður frábærlega gert hjá Frömmurum aftur. Opnaðist þetta vörnin hjá Haukunum og Elisabeth dauðafrí á línunni. Það verður að stíga út í Ragnheiði núna meira og hún er Framarar komin yfir aftur, 20-19. Það var það Ramone, María. Kast. 6,5 mínútur eftir. Framarar komin yfir. Það eru konar í gang hér í seinni hálfleiknum. Ramone með skotið og hún skorar í nærhornið. Þetta var þröngt færi og Guðrún Ósk var búinn að lesa þetta en náði ekki að halda boltanum utan markið, jafnar 20-20. Það var Ragnheiður. Það reynar aftur 7 vinstri. Og rykkir á Elisabeth, svo kemur boltinn áfram í klippingu. Ragnheiður með skotið, en þetta verður Elín. Það var ekki nógu hnit með og fast skot hjá Ragnheiði. Það var að Haukarnir hefur fått tækifæri til að komast yfir, gríðarlega jafn leikur. Það er María og nafn hennar María. Þessi sending, en sjáu þið, Elínu, hún vinnur hennar bolt tilbaka, gríðarleg barátta í henni. Ramone heppinn þarna. Elín á Ramone. Ramone lendir í vandræðum, hún komir mjög nálægt og slá henni inn. Skorar 21. markið. Og Framarar keyra hér hratt upp, Sigurbjörg. Hildur. Ragnheiður með skotið, en þetta ver hún í markinu, hún Elín Jóna. Já, Stefán aðeins að róa sig niður. Þarf ekki að gerast á 0-1.
Haukarnir fá tækifæri hér til þess að komast yfir 2 mörkum, voru undir hér 20-19 fyrir 1,5 mínútu. Og leysir Sigrún inn úr horninu, María kemur, María Innes, Ramone missir boltan og Framarar keyra upp, Sigurbjörg, Ragnheiður, Sigurbjörg, víti og 2 mínútur. Þeir eru að pússa. María Karlsdóttir að fá 2 mínútur og Ragnheiður fer á vítapunktinn. Já, þetta er fljótt að breytast hér. Nú eru Framarar komnir í ökumannsætið, geta með jafna leikinn og eru einu fleiri næstu 2 mínúturnar. Hvað gerir Ragnheiður á móti Elínjónu? Nei, hún ver þetta frá Sigurbjörgu. Sigurbjörgu voru mjög örugg hér í þessum leik, en þessi bolti, ja, þetta skot ekki nógu gott, allt of nálagt. Og það ætti ekki að hafa mikið fyrir þessu. Það ætla að spila 7 leik út í leikmönnum hérna Haukarnir. Og Ragnheiður Ragnars á að skipta út af markinu. Það eru verið að taka Ramón aftur úr umferð. Haukarnir geta ennþá komist, það er skref sýndist mér þarna, en boltinn út af. Elín Anna með skotið og það er ná að skipta markinu út af, það segja markmanninn minna á. Sigurbjörg, Ragnheiður, wow, skref þarna, þetta leit illa út. Tók þarna ansi mörg skref á sama punktinum og 50 sekúndur í mannin í Haukunum. Það er taka ennþá Ramóne alveg úr umferð. Óskar ætlar ekki að skipta markmann út aftur. Tekur ekki áhættu af því. Það er Elín. Brotið á henni. 30 sekúndur í mannin. Það getur taka sér góðan tími í þetta. Og hendinn þeir vantanlega að koma upp eða hvað. Elín Anna, María, Elín keyrir hérna milli 1 og 2 og fær aukakast. Óskar vill fá víti, Stefán vill fá leiktöf. 7 sekúndur í mannin, hendinn uppi, Elín upp, tekur skotið, frábær hávörð hjá Ragnheiði og þær keyra upp hér og skora. Elva Þóra skorar annað mark sitt. Haukarnir vilja fá 2 mínútur. Hún er að hlaupa í gegn, en hún er ekki að hlaupa í gegn, hún er að hlaupa þarna út, segir Þorleifur. Staðan 21-21. Jafnt í liðum, 2 mínútur eftir, þetta verður ekki betra en þetta. Elín Anna stillir upp í kerfi 1, það er innleysingur horni. María kemur með blokk. María það er ekki viss afgerandi og hér er frábærlega gert hjá Elín Önnu. Fer hann utanvert og skorar gríðarlega mikið mark fyrir Haukana. Og þær keyra upp og skora. Það var þetta lögleg miðja. 22-22. Allavega það sýndist. Það komur hérna vel yfir miðja áður og flauta en það skiptir ekki máli. Staðan 22-22. Mínúta og 10 sekúndur eftir. Þvílík spenna hér. Haukarnir þurfa að skora hér. Ramóne, María var mjög öflug í fyrri hálfleik, hefur ekki látið mikið að þessu kveða hér í seinni hálfleik. Ramóne er að leita svolítið að Ramóne að klára þetta og þá er leikli. Óskar klókur hann að tekur leikli. Svona heyra hvað hann hefur að segja til þess að stilla upp síðustu sóknir. Ok, alveg slakar. Núna kemur hendin upp eftir augnablik. Hvað segirðu? Já, við þurfum að taka eitt gervi. Hvað getum við tekið? Tökum hérna það sem við ætluðum að taka áðan, bara haldið þið breytt. Nei, við erum að taka það. Já, ok, tökum Silkeborg, tökum Sil. Nei, tökum Madrid. Tökum bara einfalda Madrid. Já, ekki hlaupa út.
leggstu á blokkina, við þurfum að skjóta á markið. Já, það nokkuð ljóst að það þarf að skora í markið, að skjóta á markið og það Haukarnir fá tækifæri til að komast yfir. Madrid sagði Óskar, þetta mikið streið hvað þetta taka. Það voru ekki sammála þarna hvað þetta gera, hendinni komin upp og þá fá 6 sendingar og þá var það Ramón hefur fyrir skoti, nei, María verður að skjóta og hún skýtur framhjá María Inés og Framarar með Pálmann í höndunum og Stefán allar að taka leikli og gera það. Já, skulum heyra hvað Stefán hefur að segja við sínar. Óskar ekki sáttur. Sjö hægri eða sjö vinstri, sjö hægri eða sjö vinstri. Hvernig vinstri? Já, býta aðeins með að spila. Hei, stelpur, hlusti, það 30 sekundir eftir, spilum þarna svo 15 sekundir eftir, þá fyrir að gera árás. Við ætlum að taka bara síðan skot og vinna þetta. Síðan... Herru, keirum síðan tilbaka. Hvað er það að taka út? Nei, það er bara breyst, það tökum við bara 7 öðrum megin, eða það fyrir pluss, þá bara tökum við 7 og önnur ekki að sækja það á svona með línuna hjá þér. Koma! Við erum fokkið byrjað! Já, það er að taka 7 vinstri. Samó gekk hérna upp nokkur sinnum með Elisabeth að rykkja undir. Ragnheiður kemur í ógnuna, gefur á miðuna og Elisabeth að rykkir undir. Ég held að það sé það kerfið sem það taka en ætla að bíða í 15 sekundur aðeins að fá flott í þetta. Þær geta klárað þetta, annars fyrir þetta í framlengingu öllum líkindum. Það gerist hér 30 sekundur eftir. Staðan 22-22, þvílíkur leikur sem að stúlkur eru að bjóða okkur upp á hérna. Þetta er einasti leikur, hér kemur klippingin. Hildur, Ragnheiður, brotið á henni. Stefán vill ósáttur við akkurat dæmt fríkast. 10 sekundur eftir, Hildur og leysir inn úr Guðrún. Hildur verið skotið, kemur boltanum á Elisabethu en brotið á henni. 3, 2, 1 og leiktíminn er liðinn. Stefán brjálaður. Skilur ekkert af hverju þeir voru að dæma aukakast. Búin að koma góð stimplun hjá frömmurum og nánast komnar í gegn. Ragnheiður getur gerst hetja hérna. Og hún gerir það! Hún skorar og vinnur leikinn fyrir Framara. Þvílíkt og annað eins. Frábært mark hjá henni og hún tryggir Frömmurinn sigur hér úr aukakasti. Leiktíminn er liðinn. Þvílík og önnur eins dramatík. Haukarnir eru alveg við ekkert hvernig það snúa sér. Framarar hér fagna gríðarlega. Ragnheiður búin að skjóta 20 skot í leiknum og það var þetta skot sem að hafði allt að segja. Það er inni, það er 1-0 fyrir Fram. Maður fá að heyra viðbrögð þjálfara og leikmanna.